Þetta staðurinn sem býr til QuizUp, eitt vinsalasta app í heimi. Við hittum forstjórann Þorstein Friðriksson og spurðum hann hvernig var þessi hugmynd að stóru fyrirtæki. Notendur QuizUp appsins eru ríflega 16 milljónir á heimsvísu og fyrirtækið hefur þegar náð sér í meira en 4 milljarða króna frá fjárfestum í Bandaríkjunum og Kína. Mikill vöxtur einkennir starfsemina, starfsmenn eru orðnir fleiri en 50 talsins og fyrirtækið flutti í 1000 fermetra húsnæði við Laugaveginn aðeins hálfu ári eftir að appið var sett í loftið. Í raun og veru þá kom hugmyndin QuizUp bara, ég rauninni settist niður og hugsaði bara hvað þarf til þess að við verðum ekki með vöru sem klikkar eins og síðast. Og notaði þá væntanlega þá reynslu sem er ómetanleg að hafa mistekist eitthvað fyrst. Og notaði þá reynslu sem ég hafði fengið til þess að reyna átta mig á því hvaða svona hluti svona app þyrfti að hafa til þess að ná árangri. Og þessi hugmynd fæddist og ég byrjaði svona að hlaupa á milli fólks aðeins með hana og fá einhverja svona staðfestingu á því að þetta geti verið einhver sem væri sniðugt. Og það má eiginlega segja það að maður hefur orðið sannfærður þetta tiltölulega fljótt í þessu ferli. Og það var ástæðan fyrir því að maður og við hættum eiginlega öllu og flugum yfir til San Francisco þar sem við fengum fjármagn til þess að gera hugmyndina að veruleika. Fyrirtækið er enn að koma sér fyrir í nýjum húsakynnum og ætla sér að koma upp stóru rými á efstu hæð þar sem verður góð veitingaaðstaða og rými til þess að fá góðar hugmyndir. Og það sem fyrirtæki úti leggja mikla áherslu á, það er að láta starfsfólki líða vel í vinnunni. Og það er bara, ef fólki líður vel í vinnunni þá er það frjórra og vinnur meira eða vinnur kannski ekki meira en betur og algjörlega við reynum að fylgja þeirri stefnu. Fyrir tæplega 2 vikum byrjaði fyrirtækið að setja í loftið fyrstu möguleikana til þess að afla tekna inn í QuizUp og var það efni sem unnið var í samstarfi við Google. Það sem við erum að gera núna er í staðinn fyrir það að búa til auglýsingar sem slíkar sem okkur finnst ekki skemmtilegar að þá byggum við bara til með Google sér spurningaflokk sem hét Earth from Above og gekk út á það að nota screenshot úr Google Maps til þess að fólk hætti að þekkja hvaða staðir þetta væru inn í leiknum sjálfum. Þannig að við byggum í rauninni til auglýsingu sem er ekki auglýsing heldur er hún actually content, eða hún er efni fyrir notendur til þess að spila við. Og þetta er eitthvað sem við erum að fekk alveg frábærlega góða viðtökur og við erum mjög spennt að halda áfram með þessari braut. Ef Þorsteinn stæði frammi fyrir fjárfestum núna og ætti að reyna að selja þeim viðskiptahugmynd, þá segir hann Excel-skjölin ekki það mikilvægasta. Það er nefnilega þannig að á þessu stigi, þessu sprótastígi, að þá breytist hugmyndin mjög mikið og fjárfestar vita það. Þú þarft ekki að vera með fullkomið rekstrarplan næstu 3 ári. Þótt að margir leggja mikla áherslu á að sýna það. Bara vera með einhvers konar vísi af hugmynd og sýna fram á getu teymisins til þess að framkvæma eitthvað og búa til einhver verðmæti.